pokan minn mikilvæga. Öll erum við með mikilvægan poka sem við geymum dótið okkar í. Geymum svona það sem okkur þykir vænt og allra vænst þykir okkur jegið. Þetta er það, þetta er svona elsku hjartans ég. Þetta á að tákna það. Og þetta á að tákna athyglina. Þessi geisli hérna, þetta er geisli athyglinnar, frekar þröngu núna, eins og hjá mörgum. Og svo höfum við athygli á einhverju, eins og skotnir hans Jóns eru svona sko. Þetta er svolítið púkó. Þetta var líka og svo hleypur athyglin í eitthvað annað og svo hleypur athyglin í eitthvað annað svo framvegis. Svona er athyglin, hún hoppar frá einu í annað, annarkvort í eitthvað ytra eða eitthvað innra. Eitthvað sem uppkemur í huganum, tilfinningar eða hugsanir. Og við skulum láta þetta tákna hugan. Þetta er geisli athyglinnar sem fer hugan. Og allar skynjanir, ég er að skynja þennan bláa stól með þessu hvíta fuglaskít hérna á, sennilega. Að þetta er skynjun og þetta fer í hugsun og fer í hugan. Og hérna er ein hugsun. Og svo framvegis. Það eru alls konar bæði hugsanir og tilfinningar. Allt fer þetta í hugan að lokum og svo er athyglin á því. Athyglin fer í eitthvað skynjun og svo hugsun. Hérna er til dæmis ein kassahugsun. Það er ægilega erfitt að fara út úr þessum kassahugsunum. Bara eins og kassi. Það er ekki allir sem geta að hugsa út fyrir kassan. Hérna er voða góð hugsun. Og sumt í huganum er þannig að geisli athyglinnar fer aldrei þangað. Nema kannski, ég veit ekki, í svefni, ég veit ekki. Hann er yfirleitt fyrir utan þetta svið hérna sem má kalla dulvitað eða hérna undirvitundi eða dulvitundi. Það fer aldrei þangað eiginlega. Fer kannski í draumi. Síðan er hérna ein hugsun sem fer næst í hring og það er alltaf önnur hugsun sem kemur. Eða ein skynjun og svo alltaf sama skynjun sem kemur eða sama hugsun sem kemur á eftir. Eða tilfinningin. Þetta er líka huganum. Skynjun, tilfinningar, hugsanir. Allt fer þetta í hugan. Hérna höfum við hringhugsun. Alltaf sama hugsun sem fer alltaf í hring. Eða sama tilfinningin, við losnum ekki við hana, hún kemur alltaf aftur og aftur. Svo eru sumir með komplexa eða flækjur, þær líta svona út. Þetta er svona flækja, tilfinningarlega eða hugræn flækja í huganum. Og það er eiginlega ekki hægt að leysa þessa flækju. Geturðu það nokkuð? Þú mátti ekki vera klár. Það er ekki hægt að leysa þessa flækju. Það er yfirleitt ekki hægt að leysa komplex, er það? Alveg rétt hjá þér. Með réttum aðferðum. Með réttum aðferðum er engin vandi að leysa þetta.
Vil ég prófa að lesa flækjuna? Eitthvað sem vil prófa að lesa flækjuna? Bara til gamans. Og síðan eins og þarna áðan, með réttum aðferðum, þá hægt að svona greiða úr þessu dóti sem þarna. Ég ekki að segja þessi slæmt að hafa dóti í huganum. Ég bara að segja að það ekki gott að hafa það alltaf. Þannig að það mjög gott að geta, eins og við erum að dútla við, að finna aðferðir sem að fjarlægja stund, hugsanir, tilfinningar úr huganum, allar afstöður, ekki kannski skynjanir, og þá kemur í ljós að þegar að hugurinn tómur, þá hann ekki lengur. Vegna þess að hugurinn innihaldið. Þá kemur eitthvað annað í ljós þegar að hugurinn farinn stund. Þá kemur ljós að hugurinn hefur verið eins konar stífla. Við erum vitundarverur, fyrst og fremst. Við erum líka hugrænar og líkamlega verur, en fyrst og fremst vitundarverur. Og hugurinn stífla fyrir allt sem getur streymt inn í vitundina og út úr henni aftur. Þetta á að tákna vitundina, þetta á að tákna kannski hið innra og þetta hið ytra hérna megin. Þannig að það sem að getur streymt inn í svona vitund, köllum við kannski mystíska reynslu. Það sem getur streymt út úr svona vitund, köllum við kærleika. Og hver einasta vera svona vitundarvera. Þannig að rauninni ætti að vera fleiri göt, eins mörg göt eins og vitundarverur á þessum hring. Þannig að þegar gat hérna og gat hérna, vitund hér og hér, þá eins og Sigvaldi sagði, þá innangengt á milli manna, þegar við getum dvalið í því sem ég kalla vitund. Þegar við getum verið bara það að vera og ekkert mikið meira. Og það þarf ekki flókin og merkileg nöfn þetta finnst mér. Þetta það að upplifa það sem maður Og þá kemur ljós að þetta ég bara partur af huganum og þessi litla athygli, hún partur af huganum og jafnvel kemur þá einhver önnur athygli vitundarinnar í staðinn sem veitir öllu jafnt athygli, metur allt eins, metur allt jafnt, alla menn jafna og svo framvegis og allar lífur jafnar. En þannig ég að fara að tala það sem ég veit ekki en því miður hefur það komið fyrir mig að tala það sem ég veit ekki